Velkomin aftur, ég heiti Þorvarður Góði, hjá leitandi.is og við erum hérna í vikulokkin með henni Vilborgu Oddsdóttur, formans EAPN, European Poverty Anti-Network, European Anti-Poverty Network, þetta svo akaleg tungugildra, en segðu mér, það rosa mikið að vera hjá ykkur núna, þið eru búin að vera með spennandi viðburð í vetur þar sem voru að tala borgaralaun. Og núna eru þið að fara að stíga á stokk. Nú erum við að fara að stíga á stokk. Við erum að taka þátt í svona Evrópuverkefni. Það sem eru núna, í orðið tölum, svona 2 rútur að keyra alla Evrópu. Og með þessum rútum er þá bæði svo fólk þá frá Evrópusambandinu og skrifstofu EAPN í Brussel. Og líka þeir sem búa við fátækt. Til dæmis ein íslensk kona núna, það sé ekki bara stödd í Leicester í Breitlandi, með rútunni sem að keyra þar. Það sem er verið að stoppa og minna fólk á og tala við fólk bara fátækt. Og þetta eru cirka 1000 sjálfboðaliðar alla Evrópu sem eru að þessu núna. Það gekk nú ekki að fá rútunan til Íslands, það bara tekið heila 2 vikur. En við gerum þetta þá annarslega, við bara tjöldum á Ingólfstorgi núna á þriðjudaginn og keyrum svo bíl til Akureyrar og verðum á Glerártorgi á miðvikudaginn næstu viku. Og við fáum gesti frá Evrópu sem verða með okkur, en við erum þarna að bara minna stjórnmálamenn á og líka hafa umræða bara við almenning fátækt og kannski áherslu á lágmarkslaunin, lágmarksframfærsluna, að hún dugi ekki til að lifa sómasamlegu lífi. Það er svona þetta sem við erum að fara að gera og minna á og bara halda þessari umræðu á lofti. Við megum aldrei þagna. Þannig að þá höldum við að ferðlega eins og þetta var áður, það bara heldur enginn að sé fátækt á Íslandi þess að enginn sem tala við hana. Þetta kannski það sem að flestir upplifi, maður sér þetta ekki í kringum sig og maður gerir sér enga grein fyrir því hvernig fátækt á Íslandi lítur út. Maður sér myndir frá útlöndum þar sem að börn eru á götunni og þetta er svona miklu myndrænna þegar maður sér þetta í fréttum. En hérna á Íslandi, hvað eru að tala um? Hvernig getur maður skilið þessa fátækt sem er hérna? Það er rétt hjá þér, við sjáum hann ekki því hér eru, ekki fjölskyldur að sníkja fyrir matfanda bönnunum sínum annars slíkt og okkar birtingarmynd af fátækt eru kannski þessar raðir sem hafa verið fyrir utan mataraðstofuna. Það er svona svo við sjáum það kannski helst fyrir jólin. En náttúrulega, það er náttúrulega bara þetta núna að hlusta á raddir þeirra sem er að búa við fátækt. Að heyra að það er raunveruleg fátækt. Þá er hann líka að tala kannski að fólk svelti kannski ekki heilum hungri, en þetta getur tekið þátt í samfélaginu. Að geta leyft börnunum sínum að stunda íþróttir og geta leyft sér til dæmis að fara í leikhús og geta leyft sér að kaupa nýja strigaskó og þurfi kannski ekki að borða hafragraut í heila viku eða vanta nýja strigaskó. Þannig er raunveruleikinn. En það er óbúslega erfitt að koma sér raunveruleika á framfæri við fólk á þess að búa til í einhvers konar svona, eins og við séum svona fátækraklám. Á þess að við séum eitthvað svona grátsögur, því að ef þú birtir ekki þessar sögur í einhver grátóni, það ná ekki eyrum fólks eða stjórnmálamanna. Það er svona, hvernig ætlum við að segja frá og birta þennan raunveruleika, þegar fólk vil á þess að þurfa að gera lítið úr þeim einstaklingum og þeim fjölskyldum sem búa þessar aðstæður. Og það er erfitt, það er mjög erfitt að koma svo framfæri, en við reynum og við hjá EAPN höfum gert það með því að leggja áherslu á þann hóp sem býr við fátækt, að efla hann, að þeir verði sinn eigin talsmenn. Að það sé ekki alltaf einhver svona kona eins og ég sem er að túlka hvernig þeim líður eða þeirra þarfir, þeir bara sjálfur. Og það er það sem er svo gott og það er það sem við erum að gera núna. Að allt sem við segjum og erum að gera er alltaf með þeim sem búa við fátækt. Þetta er fyrir heldur marga svona nýr raunveruleiki að hugsa það, maður heyrir tala það, maður flettir yfir einhverja frétt þetta, en maður gerir sér aldrei grein fyrir er eitthvað sem ég get gert, er eitthvað sem ég ætti að gera eða hvað er það sem hvað er til ráða, því að yfirleitt að maður heyrir svona get ég ítt á eitthvað takka, get ég gert eitthvað, get ég stutt eitthvað og afgreitt eitthvað. Maður getur gert ýmislegt, en ég held þessi það að gefa 1000 kall fyrir jólin, eitthvað svona er gott, en það dugar ekki skamt, við viljum bara sem samfélag að setja kröfu á það að við viljum ekki búa í svona samfélagi. Við viljum bara gera svona kannski bara svona einhvers konar byltingu, vegna þess að raunveruleikinn sá að það samfélag, það sem jöfnuðurinn mestur og við segjum að þeir sem
þú veist, eins og núna ef þið bara myndið segja það að allir þeir sem búið fátækt og þessi voru lægstu launum, ef við hækkuðu launin þeirra þannig að þau getur lifað sómasamlegu lífi, það kemur til góða fyrir allt samfélagið, þú veist, bara alla. Þannig ekki bara þá sem búið fátæktina. Þannig að við þurfum bara sem samfélag að segja það, þannig samfélag viljum við vera að búa í. Og það bara hafa hátt og bara segja, ok, við viljum þetta, bara gera kröfur á okkar stjórnvöld, að þannig viljum við búa. En auðvitað er hitt líka, þetta skiptir það máli líka að þú getur stutt alls konar verkefni þar sem að vinna að valdeflingu, vinna styrkja börn í skóla og annars styrkt líka. Og á þann hátt erum við þá kannski að styrkja börn sem búið að fátækt til náms eða konur sem búið að fátækt til að þær geta að fara að tala sín eigin máli og kannski svona bara að trúa sjálfan sig. Því það búið fátækt lengi er óbúslega félagslega heftandi. Þú ferð að einangra þig mikið, þú fyrir að missa trúna sjálfan þig og við þurfum svolítið að gefa þeim aftur þessa trú og þetta vald. Og þannig að það er líka að styrkja svona þannig laga, en fyrst og fremst þá þurfum við bara sem samfélag að segja við viljum ekki búa í svona samfélagi, við erum ríkt samfélag og við viljum bara að við njótum þess öll að búa í þessu góða samfélagi sem við þá höfum hérna í Íslandi, sko. Já, og þið eru sem sagt núna búin að gera áætlanir með næsta þriðjudag hérna í Reykjavík á Ingólfstorgi frá 25. Frá 25 og þar stefnið þá þeim frambjóðendum sem eru til sveitarstjórnarkosninga. Já, núna, já. Já, og þeir þurfa í raun og veru að útskýra. Já, sko við ætlum að láta það stíga á stokk, eins og við segjum, að fara á kassan. Já. Og við ætlum ekki að gefa þeim tækifæri á að vera með svona, þú veist, einhverja fyrirfram gefnar pólitískar hugvekjur, heldur við ætlum bara að draga úr hatti spurningu. Sem þeir hafa 2 mínútur til að svara. En spennandi. Já, að við erum svona þreytt á því að koma með svona einhverju lofur og rulli sem búin að æfa vel. Já. Þetta er svona bara að fá svona spontant svar. Þannig að við endurtökum þetta svo á Akureyri. Já. Og þannig að við bara okkur hlakka til að pröfa þetta og við ætlum að þetta á ekki verða eitthvað svona leiðilegt og stíft, ekki eitthvað langar ræður. Þetta er svona léttleiki og smá tónlist með og bara, já. Og þau fá þá ákveðin tíma sem þau svara þessari spurningu. Já, og svo þegar þeir eru búin að svara, þá viljum við hafa þetta beina samtal. Já. Að þeir sem er að bjóða sig fram, fá þetta tækifæri bara til að hitta fólk sem býr við fátækt og bara okkur þinn raunveruleiki svona, bara deildu með mér. Bara upplýstu mig. Já. Og líka þeir sem búið fátækt að koma skilabóðum sínum, persónulegum skilabóðum þá beint til þeirra sem eru í framboði. Spennandi. Þetta verður alveg stórkostlega spennandi og við ætlum að vera þarna líka, við ætlum að koma, við ætlum að taka aðeins upp og aðeins að reyna að fá innsýn í hvað frambjóðendurnir að segja og hvernig þeir sjá lausnir fyrir sér í samfélaginu. Og bara gangi ykkur virkilega vel með þetta. Og kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Bara takk fyrir. Já. Það er ekkert smá. Næsta þriðjudag klukkan 2 á Ingólfstorgi og á miðvikudaginn á Glerártorgi. Þá eru sem sagt samtökin EAPN með að stíga á stokk og fá frambjóðendur til þess að svara spurningum sem dregnar eru úr hatti. Þannig að þeir vita ekkert hverju þeir að fara að svara. En við ætlum að heyra svörin þeirra, allavega það sem er á þriðjudaginn og það hlakka ég mikið til. En að sinni Vilborg Oddsdóttir, formaður EAPN og félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér.